Góðan blessaðan daginn, ég heiti Friðberg Reynir Traustason og kem frá Lofstofan Baptistakirkja. Þú ert að horfa á netþáttinn Apologia, þar sem við reynum að svara ykkar spurningum kristna trú eins vel og við mögulega getum. Og spurning sem við erum með í dag af hverju trúa Jesú Krist en ekki jólasveininn? Og fyrir mér þetta mjög furðuleg spurning þegar við horfum bara á sönnunargögnin. Ég meina, ég kom til kristna trú og mjög brenndur á kristna trú og var ekkert mikið að fíla þetta. Ég leitaði að raunverulegum sönnunargögnum, ég leitaði að einhverju góðri ástæðu til að trúa í Jesú Krist og ég fann helling. Og fyrir mér ég get ekki fundið jafn mikið góðum ástæðum til að trúa jólasveininn. Ef að segja hans ég get ekki fundið neinar. Við erum með þver öfugt þegar kemur á jólasveininn, við erum með helling sem bendir til þess að það er engin góð ástæða til þess að leggja trú okkur á hann. Og þegar við horfum á þessa spurningu, við getum ekki horft á lífið bara eins og allt sé blind trú. Því að það eru raunverulegir hlutir sem þú leggur trú á sem eru byggðir á alvöru hlutum, sem eru byggðir á raunverulegum sönnunargögnum. Ég meina eins og þú bara horfir á, eins og ég horf á mömmu mína og segi af hverju ætti ég að treysta mömmu minni frekar en einhverjum gaur út í bæ. Þú horfir á þessa spurningu og þú gerir grein fyrir því að þetta er fáránleg spurning. Ég hef svo mikið til að styðja af hverju ég ætti að treysta móður minni. Hún hefur séð mig alla mín ævi. Hún sá mig þegar ég var ungur, hún gaf mér að borða, hún ól mig upp. Hún setti mína þarfir svo ótrúlega oft fyrir framan sína þarfir. Og þú veist, að sjálfsögðu var hann ekki alltaf fullkomin, hún bregst stundum, skilurðu. En á sama tíma ég með svo mikið til að styðja þegar kemur að því til að segja, veistu hvað, ég með svo mikið til að styðja það að ég ætti að treysta móður minni fyrir þessu frekar en þessum gaur sem ég þekki ekki neitt og veit ekki neitt um. Og sama hátt erum við með þetta þegar við horfum á Jesú Krist. Það er svo mikið af hlutum sem við getum horft á og sagt, veistu, það er einhver grunnur fyrir þessu. Það er einhver raunverulegur grunnur fyrir því að trúa Jesú Krist. Og ég get alls ekki farið yfir það allt í það er búið að skrifa fjall af bókum af hverju við ættum að treysta Jesú Krist. En bara til þess að horfa á nokkra hluti, ég meina, horfum bara á lærisveinana. Tökum það bara eitt lítið dæmi. Við erum þetta með 12 gaura sem að miklu leyti skrifuðu Nýja testamentið eða voru í samstarfi þá sem skrifuðu Nýja testamentið og þar á meðal Páll. Við erum með þessa gaura sem dóu við það að vernda það að Jesús Kristur var í Guð. Þú veist, einn maður er kannski tilbúinn að deyja fyrir lygi, 2 menn eru kannski tilbúin að deyja fyrir lygi, en þú ert ekki að fara að finna 11, 12 og fleiri 100 manns í gegnum alla mannkynssöguna sem voru tilbúin að deyja til þess að verja það að Jesús Kristur er Guð. Og umfram það, ef við horfum bara á mannkynssöguna, þú fer til sagnfræðings og þú spyrir hann hver er miðpunktur mannkynssöguna og hann mikið af svörunum sem fá örugglega Jesús Kristur. Ég meina, horfa á dagatalið þitt. Hver er miðpunktur dagatalsins? Það er Jesús Kristur. Við tölum fyrir Krist og við tölum eftir Krist. Horfa á allt hvernig Jesús Kristur er búinn að móta okkar menningu. Við erum með heilsukerfi út á honum, við erum með félagskerfi, við erum byrjað að annast fátæka betur en við gerðum áður og við sjáum þá kennslu mjög mikið í gegnum Biblíuna. Við sjáum jafnrétti milli kynja koma upp með Jesú og með kirkjunni. Við sjáum svo mikið, ótrúlega mikið af ógrynna hlutum sem kom út frá kristni trú, sem kom út frá því sem Jesús Kristur kendi, þar sem hann í raun og veru við sjáum einhvers konar sprengingu verða þegar Jesús Kristur kemur. Og enn fremur erum við með svo mikið til að styðja það hver hann var, hvað hann gerði, hvers vegna. Við vitum til dæmis að hann fór upp á krossinn, við vitum að hann dó, við vitum að hann fór í gröf og við vitum að gröfin var tóm. Og við vitum að lærisveinarnir sem voru búin að gefast upp á honum, sem voru farin aftur á veiði og gera eitthvað annað kjánalegt, dóu síðan fyrir hann segjandi við sáum hann aftur. Og nú var ég til að heyra góð rök fyrir af hverju ég ætti frekar að trúa jólasveininum en þessu. Takk aðeins fyrir að horfa og ef þið langar að fylgjast betur með rásunum okkar endilega ítið á subscribe fyrir neðan. Ef þið viljið meiri upplýsingar um kirkjuna okkar, það sem við erum að gera, kíkja á lofstofan.is. Annars, ef þið viljið kíkja á fleiri vídeó, þá eru vídeóna báðum megin við mig og þið getið klikkað og halda um að skoða. Það er bara takk fyrir að horfa.